Það sem stendur upp úr eftir keppnina bara upplifunin og bara allt sem við gerðum og bara fólki sem við kynntumst og til dæmis að fá að tala ensku við, eins og dómarana og allt fólki sem við kynntumst og fá að tala ensku við fólk sem ekki Íslendingar, þannig að þú æfið betur og er kannski minna feimin að tala hana. Já, það var bara mjög gaman. Á hverju ári heldur Háskóli Íslands vísindakeppni fyrir framhaldsskólanemendur sem kallast ungir vísindamenn. Fyrst fer fram landskeppni þar sem hugmyndaríkir og skapandi nemendur kynna rannsóknir sínar og keppa til úrslita. Sigurvegararnir eru síðan fulltrúar Íslands í Evrópukeppni ungra vísindamanna, þar sem ungir snillingar frá Evrópu og víðar mætast. Keppnisgreinarnar eru 10 talsins og má segja að rannsókn af næstum hvaða tagi sem geti átt heima undir einhverri af keppnisgreinunum. Árið 2015 voru 2 verkefni send út í Evrópukeppni fyrir Íslands hönd, áhrif ösku á gróður og mjólk í gleri. Höfundar verkefnanna komu allir úr framhaldsskólanum í Mosfellsbæ. Eftir sigur í landskeppninni tók við langur undirbúningur með aðstoð sérfræðinga Háskóla Íslands. Viku fyrir brottför í Evrópukeppnina var síðan lokaæfing þar sem verkefnin voru fínpússuð og svo var haldið til Milano. Líka lærði bara hellinga á öllum verkefnunum sem voru úti. Já, líka bara, mikið sem við gátum skoðað. Fullt af söfnum sem við fórum á og síðan mjög skemmtileg bátsferð sem við fórum síðasta daginn. Það er samt mátt vera vika í viðbót í ferðinni og þetta við kynntumst þó mörgum þá. Partíið var geggjað á bátnum og eyjan líka og allt hitt og keppnin öll bara. Allt sem við verðum, allt fólki sem við kynntumst, kynnast fólki sem við verðum mögulega að þekkja bara ælu og öttum við þeim á Facebook. Og Snapchat. Þannig að það var bara mjög góð upplifun. Já. Mæli með þessu. Ég myndi mæla með þátttöku í keppninni bara út af reynslu og fá að tala við annað fólk sem ekki Íslendingar á ensku og þá þróa maður enskukunnátuna sína meira og þú bara kynnist fólki alls staðar úr heiminum og það er bara æðislegt. Já, er þetta mjög gott á félagsskóla, þannig það er ekki leiðilegt að fá að upplifa svona skemmtilega keppni og það var alveg frekar erfitt og það tók alveg marga mánuði að gera verkefni, mikil vinna, en þetta var alveg mjög þessu virði í lokin, Það er gaman að sjá, önnur verkefni, sumir annað voru búin að vinna í sínum verkefnum í einhver ár. Gaman að sjá svona mismunandi þjóðir, hvað þau gera með okkur og bara gaman að sjá, fólk frá mismunandi uppruna koma saman og gera eitthvað gaman. Þannig ég mæli mjög mikið með þessu, þetta var sjúklega gaman.